Ég myndi hafa meira áhyggjur af því ef hún hefði komist á Gaza. Ég held að það væri meira verkefni fyrir utanríkisráðuneytið að takast á við það verkefni ef hún hefði á annað borð tekist ætlunarverk sitt. Ef hún hefði tekist að komast á Gaza, hvað þá? Hvers konar stöðu væri hún komin í þá? Það að hún sé tekin þarna höndum, eitthvað sem að þeim hefði náttúrulega mátt þykja mjög fyrirsjáanlegt, miklu skárri kostur fyrir hana. Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag 9. október og árið 2025 og þið þekkið þetta. Það partus.is/ein pæling ef þú ert að hlusta á þetta almennri veitu, þar sem að þú getur gerst áskrifandi og þar færið þannig þátt samdægurs, en einnig færið þáttinn án auglýsinga, en þið sem eru ekki áskrifandi þurfið að sjálfsögðu að bíða eftir að þátturinn gefinn út opinberlega. Það ekkert mál að setja þáttinn inn í þína hlaðvarpsveitu þar sem að þátturinn uppfærist sjálfkrafa, hvort sem þú hlustar á þetta í Apple Podcast eða Stitcher eða Castbox eða hvað eina, að þá það partus.is/ein pæling, en einnig ætla ég að haga málum þannig að þegar ég með viðburði eða annað að þá fá áskrifundur að sjálfsögðu meldingu á undan öðrum. Þið sem eruð áskrifundur á partus.is/ein pæling megi líka endilega senda mér hugdettur ef það eitthvað sem að þið viljið sjá meira af eða eitthvað nýtt sem að þið viljið sjá, þá bara einfaldlega að senda mér skilaboð. Ég alltaf opinn fyrir einhverju nýju. En þessi þáttur einnig í boði Pálssonfasteinasala.is, Drífa.is, Fiskhúsið.is, heitirpottar.is, Happy Hydrate, Alvörubón, Pólsen, bílrúðurskipti og bæjarins bestu pilsur. En vindum okkur á þættinum. Ég átti að sjálfsögðu að vera með Jóhann Pál Jóhannsson, umhverfis, orku og loftslagsráðherra, ég held að það sé í þessari röð, en hann forfellaðist í dag og kemur seinna í mánuðinum. Þannig að það ekkert að örvænta í sjálfu sér. En til þess að gera gott úr stöðunni, þá ég búinn að punta niður nokkur atriði sem ég langar svona að rappa næstu mínúturnar. Og það fyrsta hefur einmitt reyndar að gera með loftslagsmálin, en það hefur vakið athygli núna að eftir að Play hætti rekstri á Íslandi þar að segja, ég held að þeir séu núna komnir náttúrulega til Möltu eins og frægt orðið, að þá kom í ljós að það var rúmlegur milljarður sem var komin á gjalddaga hjá Play þegar það hætti rekstri, og mér þykir það reyndar mjög áhugavert og annarri mannesku fannst það líka merkilegt, en það hún Sigríður Á Andersen sem að tjáði sig í Bítunum í morgun þessi mál, og mér langar að spila fyrir ykkur stuttan bút úr því viðtali. Í tilefni af falli Play að þá blasti það svolítið við þetta dæmi, Play fellur og daginn eftir, ef ég mann rétt, ef mér skildist rétt, að þá hefur þeir þurft að borga þessum háu fjárhæð fyrir losunar heimild, heitir það. Og það sést alveg bara þessar tölur það háar 1,2 milljarður og við munum úr fréttum að þeim hefur tekist að safna saman einhverju fjármagni til þess að í reksturinn stuttu áður sem var eitthvað rúmlega tvöfalt það, að þá þetta orðið svolítið stór fjárhæð, háfjárhæð. Og margar raki róast dans, best að segja. Mikið tala þetta. Já, þannig að það má alveg leiða því líkum að meðal annars þessi kostnaður hafi farið illa með félagið. Og það liggur líka alveg fyrir að Icelandair og íslenski flugrekendur að borga þessa loftslagsheimildir. Þetta ekki bara á Íslandi, það eru öll flugfélög, allstaðar í Evrópu að gera þetta. Já, þetta kerfi sem að Evrópusambandi hefur sett á laggirnar. Og við erum ekki í Evrópusambandinu, þannig að þá hlýtur ykkur að spyrja okkur við í þessu. Jú, það var þannig, svona fljótlega, eða þegar við gengum inn í Evrópska efnahagsvæði með EES-samningnum, að þá einhverju hluta vegna var ákveðið að hafa umhverfismál inn í þeim pakka. En eins og með þekkja, þá EES-samningur, hann gengur bara út á fjórfrelsi, frjálsför fólks og fjármagns og þjónustu og svona. En einhverju hluta vegna varðu svona umhverfismála einhverju leiti inn í þessu, og kannski voru menn sáu kannski ekki alveg inn í framtíðina fyrir 30 árum eða svo. Þetta var svona mjattlast inn, en í dag þetta orðið náttúrulega miklu umfangsmeira heldur en ég þora fullyrða að nokkur þingmaður hafi ætlast til í upphafi. Já, og jafnvel vit í dag. Síðan síðan eitt atriði, en annað atriði þetta líka að Ísland tók fyrir sér tiltölulega stuttu, eða ég meina einhverjum 10 árum,
tók ákvörðun það einhvern veginn að kæra sig inn í einhver markmið Evrópusambandsins hvað var það losun. Ísland þurfti ekkert að gera það. Gerði það síðan með Noregi með aðkoma Parísarsáttmálanum og svona, menn þekkja þessa umræðu og í ljósi þess, ekki vegna Parísarsáttmálan sérstaklega, hann svona hliðarveröld fyrir utan EES-samningins, en vegna þess að menn hafa tekið eða svona tala og telja sér trúum íslensk stjórnvöld að þau hafi tekið á sig skuldbindingar í alþjóðlegu samhengi, hvað var það losun, að þá Ísland farið að innleiða reglugerðir og reglur Evrópusambandsins sem miða að því að draga verulega úr losun í Evrópusambandslöndunum. Já. Og ég þreytist þetta ekki á benda og ég vona að sé allir meðvitaðir það en löndin í Evrópusambandinu eru auðvitað allt öðruvísi en Ísland þegar kemur á þessu. Ég meina hlutur endurnýjanlegrar orku í allri orkunotun Íslendinga 80-90%. Í Evrópusambandslöndunum þetta, þú veist, 15-25% eftir hvernig menn telja þetta og menn að reyna að pota því upp í 30-40% eitthvað svoleiðis. Og þannig það náttúrulega heill hellingur sem að Sigga kemur inn á, en það svona þrennt í þessu samhengi sem ég langar að ræða. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Og í fyrsta lagi það náttúrulega með play og losunarheimildir, því að ég man þegar þessi umræða kom upp losunarheimildir og þá einmitt það líka að Þórdís Kolbrún Reykfjörð hefði samþykkt það eða komið okkur frá því að þurfa að greiða fyrir slíkar heimildir í næstu 2 ár í samhengi við sérstaklega flugin. Og núna náttúrulega eins og ég segi, þegar að play hætt rekstri með þetta á gjalddaga, þá getur maður ekki annað en hugsað út í það núna þegar að þetta orðin staðan að hvað þýðir það fyrir okkur þegar að flugfélögin að greiða svo mikið og hvort að þessi undanþága sé enn við gildi, því að núna sá gestur sem átti að vera hann kemur síðar í þættinum, Jóhann Páll, hefur sagt að hann vildi fá framlengingu á þessum undanþágum. En svo velti maður fyrir sér, eru þessar undanþágur eða eru við byrjuð að greiða, og það fullt af svona spurningum sem ég bara hlakka til að spyrja hann en líka eitthvað sem að mér finnst alveg vera efni til umræðu á breiðum skala, af hverju erum við að taka þátt í þessu, því að þegar að rætt losunarheimildir, að þá var eins og ég segi, í flestum tilvikum talað það að ríki ættu að greiða þessar losunarheimildir, það að segja að ríkin ættu sjálf að greiða fyrir þá losun, en það væri ekki endilega fyrirtæki sem náttúrulega í þessu tilviki play sem ættu að vera að greiða þetta. Í öðru lagi þá var náttúrulega rætt að við myndum fyrst og fremst græða á þessu fyrirkomulagi út af því að við varum með svo mikið af endurnýjanlegri orku og það myndi einhvern veginn koma til með að auka samningsstöðu okkar og við varum í rauninni og ættum að taka þessu fagnandi að við getum einhvern veginn verið að gefa út losunarheimildir og annað, en Sigga aftur á móti segir í þessu viðtali að við séum að koma út í netto mínus, og ef að það raunin þá tel ég við vera bara einhvern veginn, búin að vera að láta gera grín að okkur í þessum efnum. Í þriðja lagi það náttúrulega sem snertir á báðum fyrir punktunum sem að náttúrulega Albert Jónsson hefur að töngla stað núna í lengri tíma og Albert Jónsson að sjálfsögðu með albert-jonsson.is ákveðna veitu þar sem hann fer yfir sín hugðarefni, en hann hefur náttúrulega eins og hlustendur hlaður sem sein pæling þekkja gríðarlega reynslu af utanríkismálum og hann hefur einfaldlega sagt að það skiptir engum máli hvað okkur finnst loftslagsmálin og hvort að allt sé rétt varðar reikning á það hvort að jörðin sé að farast eða annað, þá alþjóðakerfið ekki í stakk búið til þess að takast á við þennan vanda. En hann hefur einnig bent á það náttúrulega, eins og ég var að nefna, að 85% af okkar orku endurnýjanleg orka.
En það virðist ekkert hafa áhrif á okkar samningsstöðu. Það ekkert sem að bendir til þess að við séum einhvern veginn að mæta á fundi berandi það fyrir okkur að segja, heyrðu, við höfum ekkert húmor fyrir svona málum, sérstaklega þegar að Indland og Kínverjar að halda áfram sinni losun, að við ætlum að vera með okkar 85% af endurnýjanlegri orku sem bara eitthvað sem virt að vettu í þegar kemur að því að skapa samninga í kringu þessi mál. Og ég núna að lesa frábæra bók Heiðars Guðjónssonar aftur, ég held sem að lesa hana 3 svar núna í heldina, sem heitir Norðurslóðasókn, Ísland og tækifærin. Þar sem að hann rekur, sem rekið í fjölmörgum öðrum ritum sem að hafa ekki endilega með Ísland að gera, að það virðist vera fullkomin fylgni á milli þess að hafa aðgengi að orku og lífskjörum. Og það eitthvað sem að bara ákveðin sannindi og hafa reynst vera sannindi sérstaklega undanfarin svona 100 ár en líka aftar í tíman heldur en það. En olía náttúrulega grunn undirstaða lífskjara enn sem komið í öllum heiminum. Og þess vegna hann náttúrulega núna, Heiðar Guðjónsson þar að segja, að tala það að við ættum að grípa tækifærin í því að virkja og sækja olíu á Drekasvæðinu. En þetta eins og segið, þegar við erum búin að vinna vatnsaflsvirkjanir, við erum búin að vinna að því að vera með endurnýjanlega orku, að þá hefur það engin áhrif á okkar samningsstöðu. Ég veit ekki hvort að feimni við það að ræða olíu á Drekasvæðinu hafi áhrif á þetta, hvort að við myndum einhvern veginn setja okkur í slæma stöðu gagnvart Evrópusambandinu eða annað. En núna þegar að heimurinn á slíku flugi, langar maður að segja, það eru bara ótrúlega margar forsendur varðar ýmis mál á mikilli hreyfingu, að þá þurfum við að ganga úr skugga það að við getum verið okkur sjálfbær varðar orkunýtingu. Og núna náttúrulega hefur Hörður Arnarsson kvartað yfir því að við höfum annaðborð komið okkur í þá stöðu að við séum núna í erfiðleikum við það að virkja og sækja og skapa endurnýjanlega orku. Þannig að það eru mjög mikið af forsendum sem að ég veit ekki hvernig orða, bara stórkostlega einkennilegar. Við erum feimin við það að sækja endurnýjanlega orku. Við erum feimin við það að eiga annaðborð samtal það hvort að við ættum að sækja olíu á Drekasvæðið og það hefði náttúrulega það myndi hafa í för með sér gríðanlegan hagvöxt fyrir alla landsmenn. Ég velti fyrir mér að þegar ég var að lesa bókina hans Heiðars hvort að ef við myndum til dæmis spurt norðmenn ef að þeir sæju eftir því að hafa sótt sína olíu, einhver sem myndi segja já, einhver norðmaður sem að myndi fjalla þessi mál í samhengi við það, þeir hefðu náttúrulega ekki átt að vera að sækja þessa olíu út af því að það myndi hafa áhrif á framboð og eftirspurn. Við erum að kaupa mikið af olíu frá ríkjum sem að almennt séð deila ekki okkar gildum, sem svona hófstilltasta orðanótkun sem ég myndi setja í þetta samhengi. Við erum náttúrulega að sækja mikið af olíu til landa sem að kaupa hana fyrst og fremst af Rússum. Þá ég að tala Vesturlönd í heild sinni, en Ísland náttúrulega líka að fá sína olíu frá ríkjum sem að, eins og segi, við deilum kannski ekki endilega gildum með. Og við vitum ekkert hvort að við munum á annað borð hafa aðgengi eins og við höfum að Drekasvæðinu til lengri tíma miðað við hreyfingarnar í öllum heiminum. Við tölum 200 sjómílur og það frábært, en við höfum aftur á móti engan styrk til þess að viðhalda þeim gæðum. Það að segja, við höfum ekki styrk alþjóðlega til þess að halda í þau ef að til átaka kæmi á þessu svæði eða annar staðar. Rússar náttúrulega að sækja í sig veðrið á norðurskautinu, Kínverjar líka, Bandaríkjamenn hafa síaukinn áhuga á Grænlandi, Grænland hefur líka með þetta að gera. Það þarna eyja sem heitir Jan Mayen sem að svolítið svona miðpunktur þessarar umræðu, eins og ég var að segja fjallað í þessari bók, og það hljóta fleiri að hafa áhuga á því. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun.
farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Við höfum, ef ég er að muna þetta rétt, 25% af landsvæðinu á þessu drekasvæði og norðmenn eiga 25% held ég af því. Ég man nú ekki alveg tölulegu forsendunar en aftur á móti þá höfum við aðgengi að þessu og hann talar í bók sinni að ef það fundin olía þá tæki það allt í 8 ár að vinna þá olíu. Það að segja frá því að það farið í það, eða það sett ákveðið að þarna sé olía og í það að olían sé komin á einhvers konar tunnur. Ég held ég sé ekki að fara með fleipur þessi mál en breiðu strókurnar eru bara þær að við erum að taka þátt í ýmsum verkefnum Evrópusambandsins losunarheimildir og annað. Parísarsáttmálinn ekki bindandi og það ástæða fyrir því að hann ekki bindandi og ástæðan sú að ef hann hefði verið bindandi fyrir þau ríki sem að hann samþykktu á sínum tíma fyrir rétt tæpum eða rúmum áratug að þá hefði hann aldrei orðið að veruleika. Þessi ríki sem að samþykktu hann eru núna þrátt fyrir það ekki að standa sig samkvæmt öllum tölulegu greiningum en á einhverjum óskiljanlegum ástæðum að þá erum við að standa við öll þau loforð sem að lögð eru fyrir okkur og þrátt fyrir það að engin annar sé að lúta þessum leikreglum að svo virðist. Og eins og ég segi, kannski og svona stærsti punkturinn og ástæðan fyrir því ég líka að tala þetta í þessu samhengi það sem að Sigríður Á. Andersen nefnir í þessu viðtali sem að að þessi aflátsbréf sem að hún kallar ef að þau að koma út í nettó mínus að þá grunnforsendan sem að við byggðum okkar samþykki á, þar að segja maður mann eftir þessu þegar að það voru ýmsir aðilar sem að voru að koma fram, orkufyrirtæki og fleira sem að sögðu bara að við getum stórgrætt á þessu út af því að við varum að selja heimildir til notkunar á endanýjanlegri orku. Ég ekki með tölulegar forsendur til að segja með fullvissu að við séum endilega að koma út í mínus, en það aftur á móti það sem að Sigríður Á. Andersen segir. Og þá voru allar forsendur sem að við byggðum okkar samþykki á í því að taka þátt í þessu brostnar. Og það hlýtur þá að leiða til þess að maður hugsi, heyrðu, erum við þá ekki kannski að endurskoða þetta? En að öðru, núna tónlistarkonan Magga Stína í haldi Ísraelsmanna eftir að hún tók það snekkja eða einhvers konar bátur sem heitir Conscience. Ég fór hans að rannsaka þennan Conscience sem skildist allavega samkvæmt alþjóðlegu yfirliti yfir bátasiglingar að þá þessi bátur, hann fór úr höfn 30. september. Ég veit ekki nákvæmlega hvaðan en það var sýnt einhvers konar kort af þessu á Stöð 2 í gær þar sem að mér sýndist hann hafa komið einhvers staðar frá Evrópu þannig norðan við allavega Ísrael og ég fór eitthvað að skoða þannig að tala að þessi bátur fari á 8,8 hnúta hraða og það sem að ég var að velta aðeins fyrir mér að tók svolítið langan tíma fyrir þennan bát að komast á þann stað sem hann var, þannig að mikið af þessu að ég tel hafi verið bundið við ákveðið svona, hvað ég var að segja, svona athyglis hagkerfis dæmi. Það að segja einhver hefur kallað þetta selfie flotilla út af því að það eru margir sem að vildu draga athygli að sjálfum sér að svo virðist, segjast náttúrulega vera að draga athyglina að stríðinu á Gaza. En ég aftur á móti tel og mér sýnist á viðbrögðum þeirra sem að eru svona, bregðast við þessu í kommentakerfum og annar staðar að fólki finnist þetta í besta falli svona hjákátlegt. Að þarna sé þessi tónlistarkona ásamt öðrum segjast vera að fara með birgðir til Gaza. Það virtist samt ekkert vera mikið af birgðum, allavega ekki sem maður sá. Og voru á leið sinni til Gaza. Ísraelsmenn gerðu skipið upptækt og færðu þá sem að voru í þessu skipi í einhvers konar fangelsi
Og ég veit ekki, sko, ég hef náttúrulega sagt þetta áður það sem hefur verið að gerast í Palestínu sem náttúrulega algjör hryllingur, en aftur á móti tel ég að þeir sem að segjast tala máli Palestínumanna og hafa fært rök fyrir því að þessi hryllingur þurfa að stöðvast, að hafa í rauninni gert málstað Palestínumanna mikinn grikk. Það virðist ekki vera sem að þetta hafi aukið stuðning út af því að eftir því sem að stríðið hefur orðið verra að þá hefur stuðningur til að mynda Íslendinga minnkað og þá veltir maður fyrir sér, það sem að við höfum verið að fylgjast með undanfarið eitthvað sem að eykur stuðning við Palestínumenn, og mér sýnist að svarið við þeirri spurningu sé að sjálfsögðu nei, að skvetta málningu á fjölmiðlamenn, að var það ekki Magga Stína sem að stráði dufti yfir forsætisráðherra þáverandi Bjarna Benediktsson á fundi í Háskóla Íslands, sem minnir það hafi verið hún, þar sem við tóku svona mock homicide atlögu að Bjarna einmitt til stuðning Palestínu, en fólk náttúrulega að þetta eina sem að þetta gerir að sjálfsögðu að minnka almennan stuðning. Og það sem ég held líka með þessar flotilla, og það sem að annað í þessu sem að mér hefur fundist mjög áhugavert að fólk eins og Magga Stína og aðrir tala þetta stríð með rosalegum gífuryrðum. Maður tekur eftir á Samstöðinni að þá þetta oftast eiginlega alla daga í þáttum sem að þeir gera sem heita fréttir, þar sem þau nota fréttaefni annara til þess að rabba að þá oftast fyrsta fréttin Gaza, og slumis bara hefur maður heyrt fólk eins og Lindu Dröfn sem að framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins, hún sagði þetta: Við höfum aldrei tekið á móti á tímum þegar við erum að upplifa viðbjóðslegustu stríð sögunar jafnvel, og bara mjög hrikalega tíma. Þá erum við einhvern veginn að státa okkur af því að hafa aldrei tekið á móti fáum flóttamönnum og fáum stöðu. Og það lætur mann velta fyrir sér hvort að fólk sé á annað borð tengt, út af því að það að kalla og segja að núverandi stríð, hvort sem að það í Súdan eða annar staðar þar sem að vígasveitir að takast á í Sub-Saharan Afríku, hvort sem að það í Úkraínu, hvort sem að það fyrir botni Miðjarðarhafs eða annars staðar. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem að hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt, en svona þetta nú samt. Einnig boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægir stilltur á staðnum. Eins og segið þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú tíminn eins og við vitum öll. Skelltu inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Þá það að segja að við séum að upplifa verstu stríð mannkyns sögunar, einhvers konar rof við allt það sem að tilheyrir sögunni. Það að segja í sögulegu samhengi að þá náttúrulega ekki núna háð verstu stríð síðastliðin ár eða áratugi, en hvað þá í mannkyns sögunni. Og það sem ég hef átt verið að velta fyrir mér, og ég veit núna margir sem að myndu réttilega skammi fyrir, maður á ekki að setja tölulegar forsendur einhvern veginn fyrir sig þegar ræðir stríð, út af því að þá gerir maður einhvern veginn lítið úr dauðsföllum, en ég ætla samt sem áður að benda á að eins og á þeim 5-6 árum sem að það geisaði stríð í Evrópu í seinni heimsstyrjöldinni, að þá voru það 90 milljónir sem féllu og þar á meðal 6 milljónir gyðinga. Það jafngildir 36.000 manns á dag sem að féllu í stríðinu í Evrópu. Þannig að þegar fólk að tala með þetta með slíkum gífuryrðum, þá held ég að þau séu ekki, alveg eins og mótmælendurnir og aðrir, að gera málstað neinna annara neitt greiða. Það svo ótrúlega klikkað að segja að við séum að upplifa verstu stríð mannkyns sögunar þegar að hið gagnstæða í rauninni að gerast. Víða í heiminum, þó svo að það séu teikn á lofti víða,
þá eru þetta alls ekki verstu stríð mannkyns sögunar. Og svo hef ég náttúrulega heyrt líka á samstöðunni sagt að þetta sé versta stríð síðastliðin 100 ár, það að segja stríðið á Gaza. Á sama tíma hafa náttúrulega einhverjir töluleg gögn sagt að 522.000 börn hafi látið lífið vegna hungurs eða beinna stríðsátaka í Súdan frá 2023. Það eru náttúrulega margfalt fleiri en skráð dauðsföll eru í það minnsta 156.000 sem 3 sinnum fleiri heldur en hafa dáið á Gaza. Og ástæðan fyrir því að ég að segja þetta ekki til þess að draga úr þeim hrylling sem að eiga sér stað, heldur einfaldlega að bera fram ákveðna gagnrýni sem að bætir ekki málstað þeirra sem að þau segjast vera að berjast fyrir. Að tala með slíkum gífuryrðum og í rauninni að fara með slíkar fleipur í svona sagnfræðilegu tilliti eitthvað sem að maður einhvern veginn hefur séð svo víða. Maður hefur séð þetta út af ég eiginlega geri það að ég geri í því að nefna réttrúnaðinni hvert skipti að þá til dæmis tekur maður eftir því í Bandaríkjunum þar sem að fólk segir bara að þeldökkir hafi aldrei haft það verr og þetta og einhver svona ákveðnir hópar séu einhvern veginn í svona mestu ógn sem að þeir hafa upplifað nokkuð tíman. Og Steven Pinker fjallar reyndar þetta í Better Angels of Our Nature, þar sem hann segir einmitt og bendir á að mínum að þetta hjálpar ekki fólki til þess að taka góðar ákvarðanir í neinu tilliti. En við erum alltaf að tala einhverja svona hámörkun allrar umræðu, að þá mun það sjálfkrafa leiða til þess að leiðtogar ná völdum sem taka slæmar ákvarðanir. Og eins og á Íslandi þá tel ég til dæmis að við búum ekki vel út af því að við höfum haft frábæra stjórnmálamenn, heldur út af því að við höfum haft frábært fólk. Ég held að allar svona lífskjara bætur fyrst og fremst rætur sínar að rekja til fólk sem var tilbúið til þess að leggja á sig mikla vinnu, en ekki endilega að stjórnmálamenn væru að taka svo frábærar ákvarðanir sem að reyndar þó að það sé sagt að stjórnmálamenn geti tekið gríðarlegar, afdrifaríkar ákvarðanir, svo ekki sem sagt. En eins og segi, svona gagnrýni mín náttúrulega snýr bara að því að þegar við erum alltaf í hámörkun allrar umræðu og förum með tölulegar fleipur líkt og þetta, þá það ekki til hagsbóta fyrir neinn. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is. Láttu græða rúðuna strax í dag. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamín og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Og þegar við erum með Möggustínu á þessum bát og ég náttúrulega benti líka á það að það voru nokkuð viðtöl við eins og móður Möggustínu, þar sem hún sagði að það að vera í ísraelsku fangelsi. Hvað sagði hún? Ég ætla nú bara að spila þetta fyrir ykkur. Ég meina það ekkert grín að vera í ísraelsku fangelsi. Þetta eitt bara, ég vil nota orðið hryllilegasti tilvera held ég bara í heimi. En ég vona bara hún komi heil út úr þessu og... Já, hryllilegasta tilvera í heimi. Það að vera í ísraelsku fangelsi. Ég ekkert að segja að það sé frábært og það örugglega alveg ömurlegt. En hugsa ykkur gífuryrði að segja að það að vera í ísraelsku fangelsi sé hryllilegasta tilvera í heimi. Ég reyndar, og eins og segi, ég benti á það í gær að ég myndi hafa meira áhyggjur af því ef hún hefði komist á Gaza. Ég held að það væri meira verkefni fyrir utanríkisráðuneytið að takast á við það verkefni ef hún hefði á annað borð tekist ætlunarverk sitt. Ef henni hefði tekist að komast á Gaza, hvað þá?
hvers konar stöðu væri hún komin í þá? Það að hún sé tekin þannig höndum, eitthvað sem að þeim hefur náttúrulega mátt þykja mjög fyrirsjáanlegt, miklu skárri kostur fyrir hana. Þannig að það ótrúlega skrítin ára yfir öllu sem við kemur almennri umræðu bæði loftslagsmál eins og ég var að tala áðan, en líka í svona alþjóða samskiptum og alþjóða stjórnmálum sem eru náttúrulega mjög brútal, en í gífuryrðin og annað, ég veit ekki hvernig orða það, við erum náttúrulega höfum sáralítil áhrif á þetta og ég vildi óska þess kannski að við hefðum meiri áhrif á framvindu Mið-Austurlanda, en ég fer satt að segja svo að ef að þeir sem að eru helstu stuðningsmenn Palestínu hefðu tögl og haldir í því að taka afdrifaríkar ákvarðanir fyrir Mið-Austurlönd, að þá væru Mið-Austurlönd í töluvert verri, eða væru á töluvert verri stað heldur en að þau eru þó í dag, sem náttúrulega ekki frábær. En að öðru, einkunnir. Náttúrulega eins og þið þekkið, þá hef ég mikið verið að fjalla skólamálin og það hefur verið mjög sérkennilegt að fylgjast með ýmislegu að varðar þau mál. Við erum með kerfi sem heitir Kveikjum neistan, sem að ég hef fjallað hér, fjallað víða, rætt við marga, sem að virkar allstaðar þar sem að það prófað, en það einhverjar, ég veit ekki, mér langar ekki að segja djúpríki, en það einhver öfl í samfélaginu sem að gera það verkum að við erum með kerfi sem að virkar, fyrir kerfi sem að fer niður og niður á við. Það allstaðar það sem drepið niður varðar skólamál, að þá það á leiðinni niður. Og við erum ekki að gera neitt í því. Við erum að setja einhver stór einkennileg kerfi sem heitir matsferill og önnur kerfi sem að ég hef enga trú á, hafandi kynnt mér þessi mál til hlítar. En ég ætla að spila fyrir ykkur annað úr fréttum Stöðvar 2 sem að fjallaði þessi mál. Frekar en bókstöfum samkvæmt nýrri könnun. Innan við 3 af hverjum 100 eru hrifnir af því að einkunnir í íslenskum skólum séu birtar í bókstöfum. Elín Margrét veit meira þetta mál. Í allnokkur ár hafa einkunnir í íslenskum skólum verið gefnar í bókstöfum í stað tölustafa líkt og áður var. Sitt sýnist hverjum, en samkvæmt nýrri könnun Maskínu sem gerð var dagana 15. til 19. september liggur fyrir afdráttarlaus skoðun meirihlutans. Ríflega 88% svarenda finnst að einkunnir í íslenskum skólum eigi að vera birtar í tölustöfum. Innan við 10% finnst það ekki skipta máli og aðeins 2,6% segjast vilja hafa einkunnir í bókstöfum. Lítill munur á svörum eftir aldri, þar sem yfirgnæfandi meirihluti í öllum aldurshópum hrifnari af tölustöfum en bókstöfum. Flestir þó á aldrinum 18 til 29 ára og fæstir á aldrinum 40 til 49 ára. Ekki var mikill munur á svörum eftir öðrum breytum heldur. En hvað finnst námsmönnum sjálfum sem hafa prófað hvoru tveggja? Tölustafir eða bókstafir í einkunnir? Ég myndi segja tölustafir. Af hverju? Af því þá get ég séð nákvæmlega hvað ég fæ í prófinu. Sammála. Tölustafir, 100%. Út af hverju? Nákvæmari. Já. Miklu, að gefa A, B, C, D, E, skilur, það ekki að nákvæmt að fá, 5,5 eða 5,8. Þannig að það segir meira hvað þú fékkst ef þetta eru tölustafir. En finnst ykkur þetta betra eftir að koma í menntaskóla? Miklu betra. Sko, bókstöfum. Mér finnst létt að lesa það út af ég lesblind. Og mér finnst miklu óþægilega að lesa stafi því ég kann það ekki að þá. Tölustafir. Af hverju? Það bara léttara að skilja það. Tölustöfum. Af hverju? Það því að það fær maður svona alveg rétta námyndun og allt þannig, sko. Hvernig fannst þið til dæmis í grunnskóla að fá bókstafi? Frekar lélegt þótt ég kannski fékk 8 og vinum fékk 7 en við fengum sömu einkunn, fattar þið. Bókstafir. Af hverju? Það var svona, ég veit ekki, meira svona cool eða eitthvað. Veistu hvað ég meina? Svona A+ og þarna, en já, nei, kannski léttara að vita með svona tölustafi, eins og 9,5 eða þarna 10 eða eitthvað. Þannig svona kostur og gallar við bæði? Já. Og kannski það bara þetta, að við séum að gera þetta meira cool. Að kaupa eða selja húsnæði ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið.
Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. En þetta ekki kúl og afleiðingarnar eru ekki kúl og ég veit ekki hvaða hugmyndafræðilega sigla það hefur verið að bókstafir hafi orðið verkfæri til þess að meta einkunnir nemenda. Og ég hef sagt þetta áður að þeir krakkar sem að ég eru í bóksinni hjá mér sem að ég að kenna daglega. Ég man þegar að þeir komu til mín og ég náttúrulega brýni mjög mikið fyrir þeim að standa sig vel í skólanum og þau koma til mín og segja mér einkunnir sínar. Og ég man þegar að þetta byrjaði þá kom einn til mín og sagði, heyrðu, ég fekk B, ertu ekki ánægður með mig? Ég fekk B+. Og ég bara, hvað þetta að segja við mig? Fékkst þú B? En hvað þýðir það? Hann bara, ég veit það ekki. Og hann svo bað hann mig að segja sér það. Ég veit það ekki heldur. Ég veit ekkert hvað B þýðir og ég veit ekki einu sinni hvað A þýðir. Ég veit ekkert hvað C þýðir. Svo eru komin einhverjir litir og eitthvað. Og þetta bara eitthvað svona sem að, já, heyrðu, þetta nýtt kerfi. Og svo náttúrulega það að B einhvern sem að allir virðast fá. Alltaf. Það virðist vera sem svo að það bara orðin eðlileg forsenda fyrir því að meta fólk bara alltaf með B. Og ég held að þetta sé bundið við ákveðna hugmyndafræði sem að byggir á því að helsta verkefni skólans sé að skapa jöfnuð. Og það sem mikilvægt að huga að skólakerfið réttilega stærsta jöfnunartækið og það á að vera það. En það á að skapa grundvöll fyrir því að nemendur óháð uppruna og efnahagsstöðu og öðru hafi tækifæri til þess að skara fram úr. Það að segja að krakkar sem að koma frá bágstöddu heimili eða erfiðum aðstæðum hafi tækifæri til þess að skara fram úr. En það viðbótar innihald sem að hefur verið tekið inn í þessa uppskrift sem að hefur einmitt bara gert kökuna alveg óæta. Og það að eftir því sem að tíminn hefur liðið þá farið í það að byggja hugmyndir jöfnuð að loka niðurstaðan og útkoman yrði að nemendurnir yrðu sjálfir jafnir við lok náms. Það að segja allir jafn góðir en eitthvað sem að náttúrulega kerfið veldur að allir verði jafn lélegir. Og eins og þú veist, kæri hlustandi, vel á ég, að þá það oft aðlaðandi en banvænn kokteill fyrir samfélag að byggja á þessum grunni. Og svo virðist vera að flestir gerir sér grein fyrir þessu eins og kemur fram í þessari frétt sem reyndar mjög ánægilegt. 3 af hverjum 100 vildu sjá þetta bókstafskerfi. Og þetta kemur inn á sama og ég var að tala með Kveikjum neistan þar sem að einhver hugmyndafræðileg segla hefur náð tangarhaldi á okkar skólakerfi. Og ég fekk nú bara skilaboð í gær frá kennara sem að sagði mig núna að ég talaði hérna hægri sveiflu kvenna núna í síðasta þætti. Hann sagði að ég byrjar að nema rosa hægri sveiflu meðal kennara líka. Það að segja að þeir eru orðnir langþreyttir á því að það sé svona þessi yfirbygging sem að gefur bara skilaboð niður á við en ekki hægt að koma upp á við. Það að segja að það yfirbygging skólakerfisins sem menntavísindarsvið og aðrir sem að bara gefa ákveðnar forsendur sem að kennarar eiga að byggja á eins og með þessa stafi sem að þeir vita ekkert hvað þeir eiga að gera við og náttúrulega leiðir til þess að bæði hefur kennarinn úr meiri verkefnum að vinna úr en líka að það veldur algerri óskilvirkni. Og eins og segið, þetta hefur viðgengist í nokkur tíma en virðist vera allavega minni húmor fyrir þessu núna og það það að þegar uppkoma vandamál þá tilhneiging þeirra sem bera ábyrgð á vandanum að breyta viðmiðum eða eins og í þessu dæmi að breyta mælistikunni. Og nú vitum við vel að í Bandaríkjunum og annar staðar notast við bókstafskerfi sem sjálfsögðu mjög heimskulegt en það hefur ekki verið venjan hér. En menntakerfið hefur tekið upp á því að reyna það hér og þá getum við svona kafað aðeins dýpra í það hvaðan sú tilhneiging kemur sem að
kemur mér aftur að þessum uppáhaldspunkti. Af hverju er menntakerfið að breyta yfir í bókstafi úr tölustöfum? Og til þess að svara þeirri spurningu þá þurfum við að spyrja hvað breytingin gerir í sjálfu sér. Hún gerir það ómarkvissara og óljósara að meta það hvað ræðir. Og eins og ég heyri frá kennurum sem eiga í stökustu vandræðum það einmitt að reikna út tölulegu forsendunar yfir það hvað nemandinn raunverulega fékk og yfirfæra það svo yfir að bókstafi eða jafnvel þessa liti eða einhvern algjöran fáránleika. Hlaðvarpið í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðveldar þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Og fyrsta útkoman úr þessu kerfi bæði að gera þetta óljósara fyrir kennaran og nemandan, að þá getur maður líka bara spurt af hverju það Og ég get ekki séð neina aðra ástæðu heldur en það að grundvellur þess af hverju þetta gert að fela raunverulegar niðurstöður. Það það eina sem að ég einhvern veginn get séð í fljótu bragði að sé í gangi. Það að segja, við erum að sjá PISA-kannanir fara niður, við erum að sjá vanlíðan aukast, við erum að sjá gríðarlega bara breytingar á samsetningu nemenda og annað og það út af því kerfi sem að fyrir hendi Að sjálfsögðu hægt að banna síma og annað og nú náttúrulega eru Danir að fara hart í þetta og segja að símarnir séu að ræna unga krakka æskunni sem að ég held að sé reynda bara lauk rétt og ég held að sé eitthvað sem að náttúrulega, þetta eins og með hælisleitendakerfið því verður lokað, ég tel reyndar að þetta sé annað sem algjörlega ófrávíkjanlegur veruleiki að símanótkun verður hlegið að þessu seinna meir að foreldrar séu að gefa börnunum sínum spjaldtölvu til þess að kaupa sér tíma en náttúrulega að rústa öllu sem við kemur tengslum og öðru við barnið sjálft. Það verður hlegið þessu í framtíðinni eins og ég hef nú oft sagt. En þetta samt alvarlegt og eftir því sem vandinn eykst að þá verður erfiðara að grípa þetta. En það svo gott líka, sama og með orkumálum sem ég var að fjalla hérna í upphafi að það gott að fá svona niðurstöður út af því að hvað var það 3,25% sem var á móti virkjunum en samt sem áður var allar forsendur fyrir því að þegar að Landsvirkjun eða einhverjir sem voru að tala fyrir auknum virkjunum komu í fréttaþætti eða eitthvað þannig að það var alltaf líka fengin einhver frá Landvernd eða líka fengin einhver frá þeim sem eru svona að tala gegn þeim sjónarmiðum og þá fekk maður svona tilfinninguna að þetta væri svona helmingurinn af fólki á Íslandi á móti þessu og helmingurinn fyrir þetta. En núna náttúrulega komið í ljós að 96% eru hlynntir auknum virkjunum. Þeir sem eru reyndar hlynntir því að við förum að sækjast eftir olíu á Drekasvæðinu hefur líka aukist, þannig að verður mjög áhugavert að fylgjast með því eins og ég var að tala áðan. En núna kemur það líka í ljós að allir á móti þessari bókstafstellu. Og af hverju það? Jú, ég held að sé bara út af því að fólk gerir sér grein fyrir því að þetta sé ekki að mæla það sem við þurfum raunverulega að vera að mæla. Svo eru faldar náttúrulega PISA-niðurstöður ákveðina skóla til þess að, ég veit ekki hvað, fela eigin óhæfi og vanhæfni segi ég. En
Það allavega, hérna, eins og segi, ástæðan líka fyrir mig langa að bera þetta fram var bara út af því að þetta var svo frábærlega gert hjá Stöð 2 mitt að benda á þetta. Það er bara allir á móti þessu, þú veist, og að sjálfsögðu, það sjá allir í gegnum þetta. Fólk almennt séð klárt, það hérna, viska fjöldans aldrei hægt að, eða visku fjöldans aldrei hægt að vannmeta. En ég vil ekki hafa þetta lengra í dag, partus.is/einpæling ef þú vilt þannig þátt á undan öðrum og án auglýsinga. Pálsson fasteinasala.is, drífa.is, fiskhúsi.is, heitirpottar.is, Happy Hydrate, Polsen, Bæjarins bestu pilsur, Alvörubón og já, ég held að það sé upp talið. En ég vona að þú hafi verið það alveg yndislegt, kæri hlustandi. Vertu góður við náungan, reyndu að skara fram úr. Við þurfum á fólki að halda sem tilbúið til þess að leggja á sig á meðan aðrir kvarta yfir eigin tilvist í síauknum mæli, að þá eru lífskjör framtíðarinnar bundin við þá sem eru tilbúnir til þess að leggja á sig en ekki, þetta er svona smá hérna, hvað sagði nú aftur John F. Kennedy, að þú sért að spyrja hvað þú getur gert fyrir samfélagið frekar en að spyrja hvað samfélagið getur gert fyrir þig, því að í dag þá, eins og segja, þetta á undanhaldi en stemmingin enn samt þannig að við séum frekar að spyrja hvað ríki getur gert fyrir okkur. Það engin stjórnmálamaður sem elskar þig og það svona ámaður einmitt að rækta þá sem eru þér næst. Ég vona að það verða mjög gott, kæri hlustandi, þangað til næst.